Og það þetta stór spurning, hvernig var þetta sungið? Það það sem er mjög erfitt að svara, því að í þessum bókum þá voru lögin prentuð eins og þau eru sungin á sínum tíma í Evrópu, náttúrulega. En hér á landi þá var ekki maður ræða síðan einu menntaðir tónlistamenn eða hljóðfæri til þess að spila eftir. Þannig að það sem er mín höfuðrannsókn hefur verið það er hvernig lögin sem eru vísa til sér lagboði við Passíusálmana, hvernig þau þróast og hvernig þau verða að íslenskum þjóðlögum. Og þessi lög voru sungin eins og ég segi, það er síðasta kirkjan sem að sungið er eftir grallarunum og gömlu lögunum, að það er 1930. Á bæi Borgarfirði. En aftur á móti það sem gerist á 19. öldinni er það að það koma hljóðfæri. Fyrsta hljóðfærið orgel sem kemur hérna til landsins, það Magnús Stephensen árið 1800 orgel 1801 en salmabókin hans 1800 og í annari útgáfu þeirra salmabókar að þá var það með 100 upphöf af lögum eins og voru sungin í Danmörku og Þýskalandi á þessum tíma. Það er að segja það sem seinna var kallað nýju lögin. Og fyrsta kirkjan sem má segja er sungið þessi nýju lög eftir þessu, það er á Stokkseyri á nýjársdag 1801. Og með fræg saga því að Brandur Róðgúr, forsöngvarinn, að hann söng svo sterkt að hann kvað hina í kútinn, en presturinn fór heim til hans og eftir það þagði hann í kirkjunni. Það mætti en söng ekki meir. Og það er fyrsta kirkjan þar sem þessi nýju söngur er sungin. Og síðan kemur Pétur Guðjónsson og 1840 til landsins og 1861 er hann komið með sálmasöngsbók og hann er líka kennari guðfræðinga, þessi guðfræðinema, og þegar þeir koma síðan út til kirkjuna þá vilja þeir taka upp þennan nýja söng. Þannig að raunverulega þessi gamla hefð, þessa munnlega hefð þjóðlagana, að hún varðveittist í heimilisguðregninni fyrst og fremst. Og þess vegna gerist það að það er byrjað að taka þetta upp 1904, fyrsta upptakan frá Guðmund Ingimundarson, fæddur 1827, þannig að þetta er með eldri mönnum sem hafa verið teknir upp, má segja, og allan langelsti Íslendingurinn. Og þetta má segja, hefðu allir sungið sem að vita var að kynni þessi gömlu lög kringum 1975, annarkvæmt hefðu verið teknir upp eða verið sungnir. Þannig að alveg frá þessari byrjun sem að menn fara að syngja þessa salma eftir Grallara og Hólabók, að þá hafa þeir breytt lögunum. Og þessi breyting hún á sér fyrst og fremst stað í sambandi við tegundina sem lög eru sungin í, líka meiri skreiting, það er jafnvel upp í það jafnvel tvisvarsinnum fleiri nótur sem eru sungnar, og þetta tvennt leiðir til þess að þessi lög verða að sérstökum íslenskum þjóðlögum. Og það er það sem ég, eins og segja, hef fyrst og fremst stundað rannsóknir á frá alveg 1973 og til þess að útkom þessi 90. og 4. útgáfa Passíusálmanna núna fyrir 3 árum. Og þar eru þessi valin lög ég er búinn að fara og skrifa niður 800 lög, mismunandi lög við þessa lagbóða, sem eru 36 lagbóðar í þessum 50 sálmum og af eftir 70 manns. En það sem kemur þarna fyrir er eftir, það eru 14 söngvarar sem syngja þessi lög sem er vel fyrir þessa bók. Og svo reyndar þá tók ég annan pól líka í hæðina með þá útgáfu. Þannig var að árið 1996 þá gaf Landsbókasafnið út faksimili útgáfu eða ljósprentað eintak af með myndum af frumhandritinu og Ögmundur Helgason og Skúli Björn Gunnarsson og Eiríkur Þormóðsson að þeir rannsökuðu þetta og fóru ofan í þetta og skrifa greinargerð um þetta.
Við Ögmundur vorum ágætis vinir og kendum meðal annars ásamt Njáli Sigurðssyni eitt kúrs upp í háskóla sem hét Þjóðlög og þjóðkvæði. Og Ögmundur sagði mitt við mig þegar ég hitt hann þegar þetta var gefið út. Nú veit ég hvernig textin á að vera hjá Hallgrími Péturssyni. En því miður endist Ögmund ekki líf til þess að koma það í framkvæmd. Svoleiðis að ég byrjaði sjálfur þá að skoða frumhandritið og bera þá saman prentuð útgáfurnar. Og þar sem sé náttúrulega fyrsta prentunin 1666. En eina handritið sem að varðveitt af hendi Hallgríms, eigin handarit, að það frá 1659. Og það sem sé tel ég vera það fyrsta handrit það sem skrifar alla sálmana upp sem sé í réttri röð og með öllum þessum. Það vantar nokkur erindi þar inni, 2 erindi sem að koma svo seinna meira inni, en allavega að það líða þetta 7 ár og hann reynda búinn að skrifa minnst á kosti 5 önnur handrit, jafnvel 6, sem hann sendi til mikils ágætis fólk til þess að stuðla því að þetta kemist í prent. Og það alveg náttúrulega, ég sannfærður það að það nýjasta handrit Hallgríms sem farið eftir þegar sálmarnir eru prentaðir árið 1666 á Hólum. Og það var farið sem sé eftir þeirri prentunarmestu, það eiga sér stað breytingar sem að fjallarindar í grein sem heitir Bókfræði Passíusálmanna eftir Ólaf Pálmason sem að líka kom út 96 með þessari endurskoðun á handritinu sem var alveg stórmerkileg fræði hjá Ólafi. Og þar rekur hann þessi alla breytingar sem hafa orðið, bæði sem hafa haldist og líka þær sem hafa komið inn í skamman tíma en falla svo í burtu. En svo gerist það sem sé 1887, það kemur úr 37. útgáfa og þá það eftir frumritinu. Þessu sem að hann á sínu tíma, Hallgrímur, hafði gefið árið 1861 Ragnheiði Brynjólfsdóttur eftir að hún þarf að sverja eiðinn, sem var alveg gífurleg skömm fyrir hana og náttúrulega niðurlæging. Og Hallgrímur hafði sjálfur einmitt upplifað þessa skömm og niðurlægingu komandi hér til Íslands með konu með hans barni sem var gift öðru manni. Og að mínu dómi þá náttúrulega alveg, þetta handrit eitthvað mesti dýrgripur sem við eigum. En þá ekki að fara eftir því í sambandi við textan, því að þetta ekki Hallgríms textinn síðasti. Og það mörg dæmi það og Hallgrímur alveg eins og aðrir menn að það ekkert fullkomið sem hann gerir í fyrsta skipti. Eftir því sem hann vinnur meir og meir í því, þá breytir hann og þá skiptir hann út. Þannig að mín rannsókn snerist raunverulega að fyrstu 6 útgáfunum og svo 30. útgáfu. Þannig að ég reiknaði með því að það sem að stæði í þessum útgáfum, það má segja, mætti festa á blað sem staðreynd það hvernig Passíusálmarnir ættu að vera.